Þegar sumri hallar, klæðast þeir nýjum búningi. Þessi glæsilegu bleikjuhængar sem gengu silfubjartir úr sjó fyrr í sumar hafa skipt ham. Eldrauður kviðurinn, hvítir eyrugarnir, krippulaga bakið og gattarnir í kringum kjaftinn hafa breytt þeim í vígafiska. Þeir eru konungar í ríki sínu, búnir að finna sér hrygnu og farnir að huga að hrygningarstað. Þessi myndalegi hængur reynist vera með 2 í takinu og til alls líklegur. Öll aðskotadýr eru ógnun við tilveru hans, allt sem rekur að honum er hreinsað burt af mikilli grimmd. Ef hægt er að trúa því að fiskar geti gefið manni illt auga, þá gerir þessi höfðingi það. Við erum staddir við Hafralónsá í Þistilfirði. Á hjara veraldar myndi einhver segja. Hafralónsá á upptök sín í Stakfellsvatni en úr því renna Stakfellskvíslar í Hafralón og heitir áin þar eftir Hafralónsá. Ofan til fellur hún Grösugarvotlendisheiðar og safnar í sig vatni úr ótal hliðarám og kvíslum á 40 km leið sinni til sjávar. Á löngum kafla fellur Hafralónsá hrikaleg gljúfur sem geyma nokkra betri veiðistöðum árinnar. Í neðri hluta Hafralónsár er heimavöllu sjóbleikjunar, en inn á heiðinni ofan fossa veiðist ránbleikja sem kunnugir segja geti orðið risastór. Hafralónsá hefur áratugaskeið verið vel geymt leyndarmál. Svisslendingar höfðu hann á leigu til langs tíma og litlar fréttir bárust af veiði í ánni. Það sem vitað er Hafralónsá er að í henni er að finna laxastofn sem er ef til vill ekki mikill í fjölda fiska talinn, en því betur þekktur fyrir risavaxna fiska. Nú er áin leigð Bretum og Frökkum, en innlendir veiðimenn hafa aðgang á henni þegar líða tekur á sumar. Í þessari jómfrúaferð okkar í Hafralónsá sem farin var miðjan september voru íslenskir veiðimenn við veiðar í ánni. Í fallegum streng spölkorn frá veiðihúsinu förum við undir yfirborðið og sjáum hvað gerist þegar snjall maðkveiðimaður egnir fyrir lax. Laxfiskar tileinka sér ákveðin svæði í hyljum eins og hér sést. Beitan sem nálgast laxana er greinileg ógnun og setur þá úr jafnvægi. Laxinn glefsar í maðkinn þegar hann nálgast legustað hans, tekur hann í kjaftinn og færir úr stað. Fer síðan eitt hring í hylnum en snýr síðan aftur heim. Þegar svo beitan er látin dett í hóluna, ræðst fiskurinn til atlögu. Margir stangaveiðimenn líta maðkveiðar í laxveiði ám Hornauga og vilja láta banna þær með öllu. Telja þær siðlausar þar sem fiskurinn eigi litla sem enga möguleika og góðir veiðimenn geti hreinlega sópað hverjum einasta fiski úr hyljum eða strengjum þegar sá gállinn er á þeim. Ekki ætlum við að gerast dómarar í því máli. Hitt er svo annað að þegar hinum svokallaða útlendingatíma lýkur þar sem eingöngu er veitt með flugu,
taka heim landsfrægu maðkaholl þvílíkt magna fiski úr ánum að maður hlýtur að velta því fyrir sér hvort slíkar aðfarir eigi eitthvað skylt við sport. Áður en við höldum upp með ánni gerum við stuttan stans við ármót Kverkár og Hafranlónsár. Þessi fallegi strengur lætur ekki mikið yfir sér, en samkvæmt veiðibókum hafa menn lent í ævintýralegri veiði í ármótunum. Hérna eru hrygningarstaðir bleikjunnar og hér stillir laxinn komp á sinn áður en hann heldur áfram göngu sinni upp árnar. Það er alltaf jafn spennandi að upplifa nýjan veiðistað. Svo ekki sé talað þegar hefðin býður að sleppa undantekningarlaust fyrsta fiski sem sett í. Sá möguleikir ávallt fyrir hendi að setja í metfiskinn sem beðið hefur verið eftir alla ævi og það er vissulega óheillamerki að brjóta hefðina. Það kom annar upp maður. Þetta? Nei. Jú. Nei, hvað er þetta? Þetta er svona stór bleikja. Vá, þetta er svona stór bleikja. Svona fluttu. Þetta er gogginn sem er komin af félagamma. Þetta? Hér verða engin metslegin og þessi fallegi bleikjuhangur sem tók af svo mikilli grimmd fær að sjálfsögðu líf og snýr aftur til sinnar heittelskuðu. Næsti áfangastaður okkar eru hinn hrikalegu gljúfur Hafranlónsár. Þessi þekkti veiðistaður er ekki árennilegur þegar staðið er á gljúfubarminum og sannast það hér að menn eru til í að leggja ýmislegt á sig þegar von er á stefnumóti við þann stóra. Í þessu tröllslega umhverfi hittu við fyrir Egil Guðjónsson tannlækni sem er að leggja á borð fyrir gljúfrabúan. Hvað svo sem mönnum finnst maðkveiðar, þá fer ekki á milli mála að til þess að egna fyrir laxinn eins og hér er gert, þarf þekkingu á hegðun og viðbrögðum bráðarinnar og mikla þolinmæði. Það er vissulega erfitt fyrir hreintrúaðan fluguveiðimanninn að fitja upp á nefið og fordæma beituveiði þegar svona snilldataktar eru viðhafðir. Við höldum ferð okkar áfram inn heiðina og skoðum nokkra þekkta veiðistaði. Það er greinlegt á öllu að lítið hefur gengið af laxi og þar sem við verðum varir við lónbúan lítur hann ekki við því sem boðið er upp á. Á svona stundu er gott að leggja frá sér stöngina, slaka á og líta í kringu sig.
Eitt af því sem fer fram hjá mörgum veiðimanninum í byrjun veiðiferilsins stórfengleg náttúra landsins. Menn eru svo upptekni við að þjóna eðlislægri veiðiástríðunni að fátt annað kemst að en að veiða og veiða mikið. En svo bráir að mönnum og það sem eitt sinn skiptir mestu máli verður einungis brot af gamninu. Í djúpum hyl undir háu bergi verður við vitni að þekktum forleik. Hér í himneskri kyrðinni gleymir maður auðveldlega stund og stað og allt of hraðskreið lífskútan bundin við kæjan stund. Rjúpan sem fylgist með okkur úr fjarlægð minnir okkur á veturinn sem svo sannarlega á næsta leiti. Það vitna hvítir fjallatoppar í blámóskunni. Undir myrkur höldum við niður af heiðinni, rólegir og þreyttir, tímabundið rúnir allri veiðilöngun. Við vöknum hressir og endurnærðir eftir notalega nótt. Það hefur kólnað og veiðifélagarnir segja okkur á válegri veðurspá. Hann á að ganga í norðanátt þegar líður á daginn með slyddu eða jafnvel snjókomu. Við látum þessa hrollvekjandi veðurspá eins og vindumeyru þjóta, enda morguninn bjartur og fallegur og hugur í mönnum. Nokkru fyrir neðan áramót Kverkár og Hafralónsár þekktur veiðistaður. Það kalt í lofti og vatni og við aðstæður sem þessar eru tökur oft litlar og tæpar. Eftir árangurslitla tilraunir með hefðbundnum aðferðum köstum við litlum nobler upp í straum og látum frífljóta að tökustanum. Það sama hversu kaldur maður og hrakinn. Þegar fiskur tekur fluguna þína með aðferðinni þinni, svo ekki sé talað þegar veðuraðstæður ættu samkvæmt bókinni að útiloka veiði, þá tekur strákurinn völdin. Strákurinn sem veiddi á bryggjunni hér forðum frá morgni til kvölds og fékkst ekki heim nema hótað væri eilífu útivistabanni.
veðurspáin gengin eftir með vindbelging af hafi og rigningu. Við erum hins vegar harðákvinnir í að mæta hverri raun af rammi íslenskri kallmennsku og færum okkur upp í Ármótaheil. Við vitum að í Ármótunum er þéttsetinn bekkurinn og nægir svo vitneskja ein til áframhaldandi afreka. Á leiðinni hittum við fyrir veiðifélagana sem segja okkur þau tíðindi að ófært sé orðið yfir Öxarfjarðarheiði. Þetta er ekki ganga með þér. Það var samt að gera eina tilraun í viðbót. Já, þetta er best að gefa honum Sigga Páls vini minni það í vinargreiða að prófa sjóbirtingsfluguna sem heitir Flæðamús. Hún lítur svona út. Hún að gefa alveg hellinga sjóbirting og bleikjur og einlega alþjóða flugan í aldrei nokkuð þegar mikið lax á hann. Ég á nú ekki reynda að vona því að tækinni tiskur hjá okkur í dag, það er svo kallt. Þetta er náttúrulega ekki nema bilaði menn sem eru að reyna að veiða fisk í svona veðri. Einhver frekar að fara á skíði. Það við reynum hana. Það er svo heim að borða, hvíla okkur. Flæðamúsin að Sigga Páls. Það var ekki leiðilegt. Já, flæðamúsin að Sigga Páls er rammgöldrótt eins og höfundurinn. Hér sannar hún endalega ágæti sitt. Það hefur lax tekið sjóbirtingsfluguna.
Norðanhrettið er nú skollið á af fullum þunga. Það er rétt eins og veðurguðirnir sé að benda okkur á að koma okkur heim. Hér verði ekki veitt meir. Við deilum ekki við náttúruöflin frekar en fyrir daginn og þökkum ánægjulegan tíma. Enn einum kaflanum í veiðiferðinni endalausu er þar með lokið.